Komið sæl, kæru naut. Hér örlestur fyrir ykkur varðandi sambandi að tilfinninga, tengingar. Nautið mitt góða, þú stendur frammi fyrir einhvers konar val eða ákvörðun hér og þetta ákvörðun sem þú verður að taka á eigin spýtur. Það er verið að leggja áherslu hérna á sjálfstæðið þitt. Þetta ákvörðun varðandi samband af því að við erum nú að fjalla það. Það er hérna annar aðili sem er ákaflega reynslu mikill og þroskaður. Það geti verið manneskja sem er eldri en þú, ef ekki í árum þá í lífsreynslu og þú ert að velta fyrir þér hver á ákvörðunin þín að vera. Kannski eru tvær leiðir þér færar, kæra naut, og þú verður að velja á milli. Það er ekki alltaf jafn létt. Kannski þarftu að velja á milli sjálfstæðisins þíns og það að fara inn í samband með annarri manneskju. Ef þú hefur verið einn lengi, eða ætti ég að segja eitt, kæra naut, lengi, þá geti það verið meira en að segja það, en það er einhver ástæða fyrir því að þú vilt taka þessa ákvörðun. Það er vegna þess að eitthvað er hér sem að heillar þig meira, eða allavega jafn mikið og einlífið. Þannig að kannski liggur þau undir feldi, kæra naut, akkurat núna og ert að spá í þetta og spekulera. Já, ok, málin eru kannski aðeins flóknari og kannski ekki hægt að fara mjög djúpt í það í þessum örlestri, en hér vin að ræða. Er þetta vinur sem að allt í einu farin að sýna þér öðruvísi áhuga eða eru meiri tilfinningar í spilinu hjá þér heldur en áður? Það er allavega góð vinátta hérna í gangi, mikið traust og trúnaður ykkur á milli og eitthvað hér sem tengist inn á heimili. Það gæti þýtt að þessi vinur tengist á einhvern hátt heimilinu þínu eða fjölskyldunni þinni, gæti verið bundin inn í fjölskylduna þína eða tengist þér hvað húsnæðismál varðar, ef þið vill búið í sama húsi eða eru nágrannar og hjá einhverjum ykkar eru húsnæðiskaup og sala hérna eitthvað að spila inn í líka. Það er spurning ákvörðunina. Hún greinilega að valda þér heilabrotum. Kæra naut, það getur enginn tekið þessa ákvörðun fyrir þig. Ef ákvörðunin snýst að tjá tilfinningar þínar, þá held ég að þú sért ekki alveg komin á það stig, allavega ekki samkvæmt þessum spilum. En þetta getur líka verið hinn aðilinn sem er að hugsa þetta varðandi þig og í öngum sínum yfir því hvað hann eigi að gera. Ég segi alltaf á meðan maður í þessum sporum að vera í öngum sínum eða að vera ekki viss, þá er best að bíða og sjá hvað gerist, taka einn dag í einu. Ok, kæra naut, en það er fallegt samband hér engu að síður, það er að segja á milli ykkar hvað sem síðar verður. Gangi vel með þetta, kæra naut, ljós og kærleikur.